Útgjöld fyrirtækis. Hvernig á að bóka útgjöld fyrirtækis er algeng spurning og verður reynt að svara þeirri spurningu hér með algengustu og auðveldustu aðferðunum. Til að ná tökum á svarinu þarf að vera skilningur á nokkrum bókhaldsleiklum og hugtökum sem auðvelt er að læra á. Við byrjum á hugtökunum, tökum 6 bókhaldsleikla fyrir, svo förum við í bókun á 4 algengustu tilfellunum varðandi bókun á kostnaði. Hugtök. Hér eru 4 hugtök sem koma fyrir í þessum fyrirlestri og betra að skýra þau áður en lengra er haldið. Debit er jákvæð upphæð, kredit er neikvæð upphæð, staða bókhaldsleikils er summa af færslum fram að ákveðnu degi. Lánardrottinn er aðili út í bæ sem við skuldum fé til. Auðvelt er að stofna lánardrottna í netbókhaldskerfinu, þú slærð inn kennitölu og nafn á heimilisfang kemur sjálfkrafa úr þjóðskrá. Bókhaldsleiklar. Lánardrottnalykillinn númer 440150 er safnlykill. Þegar er bóka á þennan lykil þá þarf líka að tilgreina hver er lánardrottinn og netbókhaldkerfið heldur utan stöðu hvers og eins lánardrottins. Það er hve mikið fyrirtækið okkar skuldar þeim aðila. Virðisaukalyklar númer 410 XXX táknar númer fyrir undirflokk. Netbókhald heldur utan virðisaukaskatt af innkaupum og sölu á þessum lyklum og notar þessa lykla sem grundvöll til að búa til virðisaukaskattsskil til RSK. Þessi lyklar eru flokkaðir sem skuldir í bókhaldinu vegna þess að almennt eru fyrirtæki í rekstri að skila virðisauka til RSK en eiga ekki inneign. Gjaldalyklar númer 600 XXX táknar hér undirflokk. Flokkun á gjöldum fyrirtækja fer eftir þörfum hvers fyrirtækis fyrir sig. Netbókhald kemur með fyrirfram uppsetta bókhaldslykla sem er fljótlegt að aðlaga að þörfum þíns fyrirtækis. Gjaldalyklar eru svo tengdir við virðisaukalykla eftir prósentuhlutfalli. 2 bókhaldslyklar í viðbót og svo komum við að því hvernig á að bóka kostnaði. Bankalykill endurspeglar stöðu bankareiknings hverju sinni og kortalykill endurspeglar stöðu kreditkorts hverju sinni. Munurinn á þessum 2 lyklum er flokkunin í bókhaldinu. Bankalykillinn er flokkaður með eignum því almennt er jákvæð staða á banka en kortalykillinn er flokkaður með skuldum því staðan á lyklunum endurspeglar skuld okkar fyrirtækis við kortafyrirtækið. Innkaup, kostnaður og útgjöld er dæmi hugtök sem leiða að því sama, það er að fyrirtækið okkar þarf að greiða fyrir vörur eða þjónustu og það þarf að færa slíkt í bókhaldið að sjálfsögðu. Heppileg vinnuaðferð er að flokka útgjöld fyrirtækisins eftir greiðsluaðferð. Það er eftir því hvort keypt var út í reikning, staðgreitt eða greitt með korti og líka stundum greiðir starfsmaður fyrir fyrirtækið. Næstu glærur sýna hvernig er bókað í hverju tilviki fyrir sig. Í öllum tilvikum er tilgangur bókhaldsins og markmið að endurspegla hvernig viðskiptin eiga sér stað. Keypt út í reikning. Seljandinn gefur út reikning fyrir vörum og þjónustu en greiðslan á sér stað síðar. Bókunarferlið er gert í 2 skrefum. Annars vegar er útgáfa reiknings, bókuð sérstaklega, sjá vinstra megin, og hins vegar hægra megin er greiðslan bókuð sér. Ástæðan fyrir því að þetta er gert í 2 skrefum er að útgáfa reiknings og greiðslan eiga sér ekki stað á sama degi. Við útgáfu reikningsins er heildarupphæð reiknings með virðisauka færð í kredit á lánardrottinn og debit upphæð án vask á viðeigandi gjaldalykil og debit vask upphæðin á viðeigandi virðisauka bókhaldslykil. Þannig endurspeglar staðan á lánardrottnalyklunum stöðuna, það er skuld fyrirtækisins við seljandann. Virðisaukalykillinn endurspeglar skuld eða inneign við ríkissjóð og gjaldalykillinn geymir útgjaldaflokkuna og stöðuna í þeim flokk. Þegar greiðslan á sér stað, nokkrum dögum síðar, er heildarupphæð greiðslan færð í kredit á bankareikning. Upprunlega upphæð reikningsins er færð debit á lánardrottnalykilinn. Ef greiðslugjöld, vextir eða kostnaður er á færslunni
er sá kostnaður færður debit á viðeigandi gjaldalykil og á þá færslan að stemma. Staðgreitt. Seljandi gefur út reikning fyrir vörum eða þjónustu og greiðslan á sér stað á sama tíma með bankafærslu. Í þessu tilviki er bókuð ein færsla í bókhald kaupandans á útgáfudegi reikningsins og færist heildar upphæðin í kredit á bankalykilinn og debit án virðisauka á gjaldalykil og debit virðisauka upphæð á viðeigandi virðisaukalykil. Það er valkvætt að skrá upphæðina inn á lánardrottinn og út á hún líka. Með þessum tveim auka línum í færslunni er skráð í bókhaldið magn viðskipta okkar fyrirtækis við viðkomandi lánardrottinn. Þessi bókun passar að staðan á bankanum er rétt á færslulokinni, gjöldin hafa verið flokkuð á gjaldalykil og virðisaukanum haldið til haga. Engin skuld hefur myndast við lánardrottinn af því að greiðslan átti sér stað samstundis. Greitt með kreditkorti. Seljandinn gefur út reikning fyrir vörum eða þjónustu og greitt er með kreditkorti. Bókunarferlið er sambærilegt við staðgreiðslu nema notaði kortalykil í stað bankalykils. Rifjum upp. Kortalykillinn er flokkað með skuldum sem á við í þessu ferli. Þegar keypt er út á kortið þá er verið að fá lána fé hjá kortafyrirtækinu til að greiða. Bókunin gerð á útgáfudegi reiknings. Heildar upphæð reiknings er sett í kredit á kortalykil og debit upphæð án virðisauka á viðeigandi gjaldalykil og debit vasku upphæð á viðeigandi virðisaukalykil. Þessi aðferð heldur utan skuld okkar við kortafyrirtækið á sérstökum bókhaldslykli. Þessi bókun flokkar útgjöldin í viðeigandi flokk og heldur utan virðisauka upphæðina. Ef valkvæðalínunar eru í bókuninni þá er haldið utan viðskiptin við lánardrottinn. Þetta gefur okkur möguleika á að fletta upp lánardrottni í skýrslum og sækja hreyfingalista og stöðulista. Starfsmaður greiðir. Starfsmaður fyrirtækisins okkar greiðir fyrir vörur eða þjónustu úr eigin vasa og kemur með reikninginn til gjaldkera fyrirtækisins og vill fá greiðslu. Ef gjaldkerinn borgar starfsmannum sama dag og reikningurinn er gefinn út er eðlilegt að bóka þetta eins og staðgreiðslu eins og við sáum á fyrri glæru. Þessi glæra sýnir aðferðina þegar fyrirtæki greiðir starfsmannum ekki samstundis. Starfsmannum á inni fé hjá fyrirtækinu og er í raun orðinn lánardrottinn. Þegar þetta gerist þá gerum við líkt og keypt er út í reikning í tveim skrefum. Í fyrri bókuninni til vinstri er starfsmaður tilgreindur sem lánardrottinn og þar með haldið utan skuld fyrirtækisins við starfsmanninn. Gjöldin eru flokkuð og haldið utan virðisauka upphæðina. Valkvæðu lánardrottnalínunar eru skráðar á útgefanda reiknings ef þær eru notaðar. Í seinna skrefinu til hægri þegar greiðslan á sér stað er starfsmaðurinn aftur tilgreindur sem lánardrottinn og þannig skuld fyrirtækisins við starfsmanninn gerð upp og kreditbanki lækkar stöðuna á bankareikningum. Debit eða kredit. Auðveldasta leiðin til að muna og þekkja hvort eigi nota debit eða kredit er að hugsa færslunar út frá bankalyklinum. Rifjum upp. Kredit þýðir negatív upphæð, táknuð með mínus og debit jákvæð upphæð. Þegar staðan á bankareikning er að hækka, til dæmis þegar viðskiptavinur leggur inn pening á okkar bankareikning, þá hækkar upphæðin og er bókuð sem debit. Alveg eins þegar fyrirtækið okkar eyðir peningum á bankareikning, fer fé út á bankareikningum og staðan lækkar, þá er upphæðin bókuð í kredit. Þegar greitt er eftir á og bókað í tveim skrefum eins og við erum búin að vera að fara yfir, þá er alltaf hægt að horfa á síðari færsluna og rifja upp kreditbanki mun eiga sér stað í síðari færslunni og mótfærsla á lánardrottnalykilinn verður þá að vera debit. Fyrri færslan verður því að vera kredit á lánardrottinn og debit á gjaldalykil. Með þessar aðferðir er hægt að rekja sig að niðurstöðu hvort eigi að nota debit eða kredit. Æfingin skapar meistarinn í þessu eins og öðru. Netbókhald býður upp á hjálpartól við að gera sumt að þessu fyrir okkur með sérstakri bankatengingu
þar sem bankafærslurnar eru lesnar inn og tölvan tekur ákvörðun hvort upphæðin skuli vera debit eða kredit. Takk fyrir.